Það tekið að vora að menn hafi ekki tekið eftir því undir himnunum yfir okkur en það þýðir að 100 smábáta eru að fara á sjóinn og hætturnar eru margar á skerjum, grýningum og úfnu hafi vitaskuld og þessar strandveiðar hafa verið stundaðar á Íslandi árabil og gengið í það heila mjög vel og skilað lífi í hafnir landsins, svo munar hringinn í kringum landið. Þórhildur Elín Elíadóttir, samskiptastjóri Samgöngustofu, komin hingað til mín til að ræða kannski það sem út af ber, vegna þess að of oft eru menn að lenda í háska á þessum litlu bátum. Hvernig þá helst? Það sem að gerist kannski of oft er að þetta er fólk eða menn sem eru kannski að vinna við eitthvað annað svona að vetrarlagi og eru ekkert endilega sjómenn að aðalatvinnu. Eru kannski ekki í æfingu? Mögulega ekki í æfingu og við hjá Samgöngustofu við höfum svona tiltölulega nýhafið skráningu á atvikum á sjó. Áður en við tókum upp þessa skráningu sem er gerði í evrópskan gagnagrunn þar sem við nýtum þekkingu annarra sem hafa skráð og þau nýta okkar þekkingu. Fyrir þann tíma þá var engin heildstæð skráning á þeim atvikum sem að verða hér við land á sjó. Sem út af fyrir svo undarlegt hjá þessari fiskveiði þjóð. Já, en þetta var svona kannski með öðrum hætti, þetta var svona kannski aðeins dreifðara en í þetta skipti þá, eða núna, þá eru við að skrá á eitt stað þau atvik sem geta orðið og þá sjáum við bara mjög fljótt að skráningin hún nýtist okkur í þeim tilgangi að koma í veg fyrir þau óhöpp sem hvað algengust eru. Í forvarnaskyni. Í forvarnaskyni, akkurat og við sjáum það að þetta eru kannski oft og tíðum aðgæsluleysi sem að verður þess valdandi að bátar verða jafnvel vélavanna einhvers staðar út á flóa og þurfa að fá aðstoð í land og slíkt eitt og sér er að sjálfsögðu bara hættuspil að vera vélavanna einhvers staðar úti fyrir skerjum til dæmis. En þetta endurtekið sömu atriðin? Já, þetta endurtekið ýmis svona sömu atriðin eins og til dæmis bara það að eldsneytistankurinn hann sé ekki hreinsaður að vori þannig að það getur komin einhver gróður sem að byggist upp inn í tankinu með veturinn og sem svo þvælist inn í kerfið og stíflar, vantar auka síur, það eru svona einhver svona atriði sem að hafa komið upp ítrekkað og þetta eru sjálfboðaliðar í mörgum tilfellum sem eru að hjálpa þessum bátum þegar að þau lenda í vélaleysi einhvers staðar og þetta er svona meðaltali einn bátur á dag sem að þarf aðstoð. Það er svo? Já, á þessu tímabili, maí fram í ágúst, þannig að þetta er náttúrulega óþarfi í mörgum tilfellum. Þannig að þess vegna höfum við hjá Samgöngustofu tekið saman svona helstu atriði sem að hægt er að hafa við höndina. Og hægt er að nálgast inn á vef ykkar? Bæði inn á vef okkar, inn á vef Fiskistofu, Landhelgisgæslunnar og Landsbjargar. Landsbjörg er nú þau samtök sem að lenda í eða aðstoða fólk þegar lendir í ógöngum. Og þannig að þessi gátlisti, hann er aðgengilegur á öllum þessum vefjum. Og þetta er bara einfaldur tossalisti. Þetta er tékklisti. En eru menn að lenda í þeim freistni vanda að yfirfylla bátinn í góðu veðri? Það er náttúrulega alltaf pínu kannski freisting. Og það hefur kannski verið svona ekkert endilega bara hjá þessum bátum, heldur bara svona yfir höfuð í sjómennskunni, þá hefur það þótt dálítið karlmannlegt og dálítið uppgrip að koma drekklaðin í land. Þar sem að það er varla borð fyrir báru. Og með vitlausa ballest fyrir vikið. Já, akkurat. En við hjá Samgöngustofu höfum einmitt talað fyrir því að huga að stöðugleika skipsins. Og aukinn stöðugleiki báta hefur fært okkur, er meðal þess sem hefur fært okkur mikinn árangur. Mjög mikinn árangur á undanförnum árum og það er mjög gaman að segja frá því að núna bara miðjan maímánuð að þá í fyrsta skipti í sögunni þá eru liðin 3 ár
síðan síðasta banaslys varð á sjó. Það bara svo. Já, og það sennilega bara frá landnámi. Já, það merkilegur árangur. Mjög mikilsverður árangur. Af því að tölfræðin ekki okkur í hag í þessum efnum, við tökum bara síðustu öld, þá það 5.000 Íslendingar sem fórust á hafi úti. 5.000 Íslendingar. 5.000 fjölskyldur sem urðu bara mistu mann. Þannig að þetta að gerast í fyrsta skipti að við erum án banaslys á sjó í 3 ár núna miðan þennan mánuð. Já. Hverju þakkar þetta? Það eru mörg atriði aukin upplýsing sem eru komið saman. Menntun og þjálfun sjómanna er mjög mikið atriði, stöðuleiki, betri skip. Sjómenn eru upplýstari bara þær hættur sem geta verið fyrir hendi. Kvótakerfið hefur hjálpað af því að þá eru menn ekki að fara á sjó í viðsjálverðum aðstæðum. Við munum gamla sóknarkerfið. Akkurat. Þannig að það eru fjölmörg atriði sem hafa hjálpað til sem svo líka bara reglur mönnun og skipum og þeir þurfi að vera með tiltekna menntun til að gegna tilteknum stöðum. Það eru bara fjölmörg atriði sem hafa hjálpað til og þetta er eiginlega kannski mergurinn málsins að það eru mörg atriði sem hjálpa til að auka öryggi á sjó og þessi gátlisti hann er líka afrakstur samvinnu. Við erum að sjá það aftur og aftur og sífellt betur hvað samvinna margra aðila sem að koma að einstökum málaflokkum úr ólíkum áttum, hvað hún skilar miklu. Og þetta ekkert alltaf geimvísindi en þekkingin þarf að koma saman og fólk þarf að vera tilbúið til að nýta sér þekkinguna til að auka öryggi sitt og þar með auðvitað bara öryggi í samfélaginu. Og þetta kemur líka á kefti klársins frá sjómönnum sjálfum sem eru að miðla af sinni reynslu vegna þess að þar hefur líka orðið hugarfarsbreyting. Karlmennskan dugar ekki ein og sér lengur. Mikil karlmennskan, hún felst ekki í því að taka óþarfa áhættur, heldur þvert á móti. Hvað viltu segja við þá sjómenn sem nú eru að leggja í hann? Þetta eru yfir 500 bátar hringinn í kringum landið. Ef þú ættir að taka eitthvað eitt atriði öðru fremur út úr gátlistanum, hver væri þá skilaboðin? Í fyrst og síðast myndi ég bara hvetja menn til að opna netið og fara inn á vef Samgöngustofu eða Fiskistofu eða Gæslunnar eða Landsbjargar og annarkvort prenta út þennan lista eða bara tékka í boxinn í rafrænt í símanum sínum eða í tölvunni. Þetta tekur, ef að báturinn er undirbúinn, að þá tekur yfirferð á svona lista 2 mínútur. Það eru dýrmætar 2 mínútur. Það eru mjög dýrmætar mínútur og þetta ekki listi til að nota bara einu sinni. Af því að notið hann bara hvert einasta skipti. Það með þessum tékklista hugsunarhætti sem að öryggi okkar í samgöngum eykst mjög mikið, hvort sem við erum að fara í flug eða bílstjórar undir stýri eða á veiðar út á sjó, að fara yfir þessi atriði sem að geta komið í veg fyrir að við lendum í einhverju klípu. Við erum vel undirbúin, tekur stutta stund og getur bara bjargað bæði mannslífum og líka tíma og peningum af því það auðvitað dýrt að vera einhvers staðar staddur vélavanna út á sjó, þurfa að hringja í Landsbjörg og fá aðstoð. Óskum sjómönnum allsins besta og velfarnaðar á hafið úti tékklistinn. Hann það sem gildir og góða ferð.